Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að enda á því að tala rock og gítarkennslu. Hingað til mín í gegnum fjarfundabúnaði kominn Þráinn Árni Baldvinsson, gítarkennari og ekki síðast en ekki síst gítarleikari í Skálmöld. Vertu hjartanlega velkominn í þáttinn, Þráinn. Þakka þér kærlega fyrir að bjóða mér. Þú ert búinn að vera að kenna og reyndar löngu áður en COVID og allt varstu farin að kenna að spila gítar á netinu. Hvernig það þessa dagana? Þessa dagana er ansi stór hluti af mínum nemendum bara á sínum heimaslóðum, hvort sem það er Pólland eða Finnland eða Mývatnssveit, sko. Já. En já, ég var aðeins byrjaður að kenna í gegnum tölvu fyrir COVID, sko. Og það var náttúrulega aðeins Skálmaldar svona lið sem vildi fá að læra lögin, sko. Já, einmitt. Skálmaldalögin, sko. En svo þetta þegar COVID fyrsta bylgjan kom, þá náttúrulega varð maður að setja alla kennsluna í gegnum tölvu. Og langflestir nemendurnir sem voru hjá mér í svona staðnámi, þeir þáðu það og voru mjög ánægðir með að komast í þetta tölvunám. Það sem er kannski athyglisvert líka er að núna eftir sumarfríð og þegar skólinn hjá mér, tónlistarskólinn minn byrjaði aftur í haust, að þá voru nokkrir sem völdu að halda áfram í tölvunámi. Já. Og það var ekki endilega því að þau væru hrædd við að koma í tíma út af veirunni, sko. Það bara hentaði sumum betur. Einbeitingin var betri og þeir nýttu tíman betur. Já, og tekur náttúrulega ferðatíman út úr myndinni, ferðast til og frá og allt það. Akkurat, þannig að fyrir suma er þetta bara einfaldlega betra. En við það er alltaf best að vera í sama rými og kennarinn einfaldlega upp á samspilið. Við náum ekki þessu samspili í gegnum tölvuna. Nei. En athyglisvert að þetta hendi sumum. Já, heldur betur og örugglega frábært líka svo fyrir þig að þið hafi náttúrulega sem ekki frekar en aðrir tónlistamenn verið að spila mikið í þessu árferði. Nei, og þetta býður líka upp á þennan möguleika. Ég get bara farið í eðlilegu árferði, get ég verið í sveitinu minni fyrir norðan og ég er að kenna þar, sko. Já, einmitt. Eða á túr í útlöndum og þess vegna gripið hálftíma og kennt. Akkurat. Þannig en hvað er að frétta af ykkur Skálmaldar liðum annars? Þið voruð að gefa út tónleikaplötu, ekki satt? Jú, við vorum að gefa út tónleikaplötu því að við sem sagt héldum upp á 10 ára afmælið okkar í desember í fyrra og vorum með 3 tónleika í Gamla bíói. Seldist upp á tónleikana og við ákváðum að taka þetta allt saman upp. Og núna var að koma út sem sagt vínilútgáfa, 4 mismunandi vínilútgáfur. Vínillinn er náttúrulega æðstur allra formata eins og allir vita. Já, og þú mikill vínilspekulant. Köllum þetta bara eins og þetta er, ég er bara vínilnörd, sko. Já. En svo komum þetta út á geisladisk og allar streymisveiturnar og svo er þetta á Blu-ray. Fyrsta skipti sem við gefum út á Blu-ray, þannig að það er gaman að því. Já, þannig að ef fólk vil horfa á tónleikana líka, þá er það í boði. Akkurat. Og við sem gáfum út tónleikaplötu 2013 með Sinfóníuhljómsveitinni. En þetta er svona fyrstu tónleikarnir þar sem við erum bara við hljómsveitin. 6 rugludallar að norðan að spila þungarokk. Já, að rokka salinn. Akkurat, sko. Já, og þetta er komið inn á allar streymisveitur og svona fyrir þá sem vilja bara fara að hlusta strax þegar þættinum lýkur. Já, það má bara finna Skálmöld inn á Spotify og hækka vel í bot, sko. Já. En þetta er búið að vera svolítið skrítið ár fyrir okkur af því að við sem sagt ákváðum með þessum tónleikum í desember að taka pásu á árinu 2020. Við ætluðum ekki að spila neitt, við ætluðum ekki að gera neitt. Þannig að sko, það hefur ekki verið mikil skaði í þessu fyrir okkur, þannig séð sko. Vinir okkar hafa hins vegar verið farnir af stað í tónleikaferðalög og ein hljómsveit félagar okkar voru nýkomnir til Bandaríkjanna og voru nýbúnir að spila 1 gig þegar öllu var lokað í fyrstu bylgju, sko. Já, einmitt. Þannig að fyrir suma er þetta náttúrulega búið að vera hræðilegt, sko. En við höfum nýtt tímann og reynt að taka pásuna sem við ætluðum að
að gera og við þurfum að njóta þess að ferðast með fjölskyldunum okkar en ekki vera alltaf bara við strákarnir að ferðast. En þetta meira svona bara ef maður kemst í sveitina þá er maður bara lokaður af í sveitinni. Já, einmitt. En við höfum reynt að vera duglegir á samfélagsmiðlunum og verið með svona alls konar uppákomur þar. Akkurat. Við erum að fara að gefa bók líka, það er að koma bók okkur. Þetta spennandi. Alls konar í burðarliðnum, en þið hefur verið ótrúlega fyrirhyggjusamir í raun og veru að taka þessa ákvörðun að taka bara frí 2020. Sko, ég fekk skilaboð daginn reyndar, sko, þá var ég þá voru okkur bent á það, eftir að við tilkynntum að við ætlum að fara í pásu, þá kom þessi veira af stað, þannig að mjög líklega þyrftum við að byrja bara að spila aftur og þá rekjum við þennan viðbjóð í burtu. Sko. Já, kveð hana endanlega niður, helvítið á henni. Já, það er sennilega eina rökrétta lausnin úr því sem komið er. En þú ert að gera samt alls konar, segðu mér aðeins svona í lokin frá vinafundum. Vinafundur, já. Heyrðu, sko, ásamt því að vera í þungarúsljónsveit þá náttúrulega er ég búinn að vera að spila í mörg ár á leikskólum. Enda eru það, sko, það er í rauninni erfiðustu og mjög líklega skemmtilegustu áhorfendurnir. Það eru krakkarnir á leikskólanum. Þau þurfa bara að fá, ef þau fíla ekki það sem þú ert að gera, þá láta þau bara vita, sko. Og það er æðislegt að spila með þeim. Og ég er búinn að vera síðan á leikskólanum Rauðhóli í mörg ár. Með vinafundi og svo sem þetta í COVID þá byrjuðum við að streyma af því að við eðlilega megum ekki setja öll börnin saman á einn stað þannig að við krakkarnir voru inn á sínum deildum og ég var bara á einum stað í skólanum og við streymdum þessu bara inn á alla deildirnar. Já. Nema það við notuðum Facebook síðu Rauðhóls leikskólans og áður við vissum voru sko leikskólar út allt land farnir að horfa á streymið. Einmitt. Foreldrar sem voru heima með börnin sín í sóttkví eða hvað sem er, þau voru farin að horfa og það voru allt í einu farið að vera biðja óskalög og þannig að við svona fórum aðeins að ok, reynum bara að gera þetta almennilega og svo Eva Georgsdóttir hjá Stöð 2, hún meira að segja ákvaða að framleiða í miðju COVID með okkur nokkra þætti þannig að ef þið farið á Stöð 2 marathon þá getið þið séð vinafundi í býsna svona fínum gæðum það sem að ég fekk vinkonu mína Lovísu og Signíu með mér í lið að gera þetta. Einmitt, þetta er frábært framtak og eins og segir börn náttúrulega erfiðustu og bestu áhorfendurnir, þú veist Þau eru bestu áhorfendurnir. Já, algjörlega og við ætlum einmitt að enda þáttinn á því að fá lítið lag úr vinafundum á Stöð 2 þannig að fólk fær að sjá fær svona sýnishorn af þessu. En við komumst ekki mikið lengra, við getum spjallað í allan dag um tónlist og allt hvað eina. Bara ótrúlega gaman að heyra frá þér og af þessum fjölbreyttu verkefni sem þú ert að takast á við. Bara gangi þér vel áfram, ég hlakka til að fylgjast með þér og ykkur í Skálmöld ókomna tíð og bara takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. En föstudagsþátturinn verður þó ekki mikið lengi að sinni. Við ætlum að enda þetta eins og áður sagði á innslagi úr vinafundum sem voru á Stöð 2 og er enn hægt að sjá á Stöð 2 marathon. Ég vil þakka öllum gestum mínum fyrir komuna í þáttinn í vikunni. Við sjáumst í næstu viku. Takk fyrir. Í rigningu ég síg, í rigningu ég síg. Það er stórkostlegt veður mér, líður svo vel. Þumlar út, a-tjú-tja, a-tjú-tja, a-tjú-tja-tja, a-tjú-tja, a-tjú-tja, a-tjú-tja-tja. í rigningu ég síg, í rigningu ég síg. Það er stórkostlegt veður mér, líður svo vel. Þumlar út, beygja hné, a-tjú-tja, a-tjú-tja-tja, a-tjú-tja, a-tjú-tja, a-tjú-tja-tja. í rigningu ég síg, í rigningu ég síg. Það er stórkostlegt veður mér, líður svo vel. Þumlar út, beygja hné, og með funguna. Að